ansi vel, þetta lag heitir Þú ert. Þetta hún Fríða Friðriks og hún nú bara komin á línuna, heitir reyndar Hjálmfríður Þöll. Er það ekki rétt um mér? Jú, það alveg rétt. Og þetta þitt listamannanafn. Já. Herðu, já. Segðu mér, nú langar mér aðeins að kynnast þessari konu sem í símanum, með þessa fínu rödd. Takk fyrir. Ertu búin að syngja lengi eða? Já, það ekki hægt að segja hana. Ég ólst upp eiginlega í tónlistarskóla Ranganga sem að mamma Sigríður Sigurðardóttir var skólastjóri gamla dag og pappi kenndi við skólann fyrir Guðni Dólefsson. Já. Alinn upp í þessu sko. Þannig að þú komst ekkert undan því að fara í tónlist? Nei, einmitt. Svo býði í Danmörku að kenna söng þar sko. Nú, já. En er þetta fyrsta plata sem þú gefur út eða? Nei, reyndar ekki. Það kom út vögguvísudiskur í 2009 sem ég syng reyndar bara þekktar vögguvísur sko. En svo fór ég allt í að semja sjálf lög fyrir svona 2-3 árum síðan. Já, og fer greinilega bara ansi létt með það. Takk fyrir það. Já, ég meina að þeir sem gera góða hluti eiga bara hróskili, það er bara þannig. Takk fyrir. Þetta er flottur diskur og hefur að geyma hvað mörg lög? Það eru 11 lög á disknum. Já. En þetta Þú ert, það er einmitt sem aukalega á downloadinu sem sagt. Já, einmitt. Á íslensku, já. Það er á ensku og disknu reyndar. Maður heyrir aldrei of mikið af íslenskri tónlist, þannig ég ákvað að setja þetta í gang. Já, akkurat. Það er bara frábært. En nafnið á disknum, Lend Me Your Shoulder, hvaðan kemur það? Það er bara, var þannig að skrítið hvernig það kemur með lög og text, það kemur kannski bara allt í einhver setning og ég var að leiðinni heim úr jarðarferð fyrir svona 2 árum síðan og lagði höfðu á öxluna á syni mínum. Já. Og þá kom þessi setning, Lend Me Your Shoulder, to lean on my friend. Og svo kom allt lagið sem þetta setna, sko. Já. Þannig að það er svona skemmtilegt hvernig það getur verið. En þú semur lög og texta. Já. Á hvaða hljóðfæri ertu þá að spila? Ég spila sjálf á píanó sko, en ekki á disknum, ég syng bara disknum. Já, en þú semur á píanó sem sagt? Já, þegar ég er að semja þá er ég að spila píanó sko. Hvernig semur þú tónlist? Það er kannski ég bara, sitið matarborðið og þá kemur allt inn og bara laglína og texti og eða þá einhver svona smá lína sko sem ég svo held áfram með. Og svo eins og vögguvísan á disknum var einmitt endar diskun á vögguvísu að það kom bara allt í einu, bæði lag og texti. Já, sumir gerir þetta á næturnar og aðrir bara gerir þetta bara á daginn. Já, það getur líka verið ég er að fara að sofa og kannski kemur allt í einu eitthvað upp og þá verður maður að vera við síma tilbúin sko að taka upp. Já, nákvæmlega. En ég sest ekki við píanó og segir nú ætla ég að semja lag. Nei, þetta kemur bara. Já, þannig að það er svolítið snöð sko. Nákvæmlega, en platan er nýkomin út, ennþá heitt, eða ekki? Hvað fyrir þau? Hún er ennþá heitt. Já, akkurat. Og nýkomin bara. Þú ætlar að vera á veitingastaðnum Eldhúsinu á morgun. Já, klukkan 1. Og þar ætlar að spila nokkuð lög? Já, spila nokkuð lög á disknum og svo gaman að sonur minn 17 ára hann spilaði gítar og vildi alveg spila með mömmu á tónleikunum hérna á Íslandi. Auðvitað. Já, svo dóttir mín hún syngur með í einu lagi líka. Já. Þannig að hún verður líka á morgun og vinkonum minn Bryndís Sunna syngur raddir. En svo er ég með sko hljómsveit á útgáfu tónleikunum í Hvolnum annarkvöld, klukkan 9. Já. Og svo Rósenberg á þriðjudagskvöldi líka. Já, frábært. Já, bara mjög gaman og alltaf gaman að koma heim sko. Já, er ekki? Jú. En ertu þá með, þú lítur að gefa þetta líka úti í Danmörku, ekki? Jú. Og þú ert þá væntanlega með tónleika þar? Já, það verður þá í september, útgáfu tónleikar þar. Já. Ertu búin að vera lengi í Danmörku? Flutti 96. Já. 2 ár. Já, það er verið 2 ár, já. Já, það læra tónlist og svo bara eilindis maður að núti. Já, það vill oft vera þannig. Já, nákvæmlega. En hvað eru margir sem koma að þessum diski, hvað eru margir í bandinu, til dæmis? Það er bara, sko, hann heitir Klaus Sandberg sem tók þetta upp í Studio Frostbox í Kaupmannahöfn og hann valdi bara mjög færa stúdíótónlistamenn. Glæsilegt. Ég spreða saman bassa og Morten Helborn og trommur, Lars Nilsson og keyboard og svo fekk ég Bryndísi vinkonum til að koma út og syngja bakgrættir í 2 lögum. Og Ove Baldur spilar á píanó, vinnur minn í einu lagi og svo Jóhanna Rutt, fyrirlistmillingur á Selfossi, hún spila líka í einu lagi, gerir það líka á morgunu í Eldhúsinu.
Frábært. Og svo spilar Emil sonur minn í einu lagi líka og dóttir mín syngur hann í einu lagi. Þetta glæsilegt. Það skemmtilegt þegar fjölskyldan kemur svona sögu. Allir að vinna saman. Já, akkurat. Þetta flott og enn og aftur til hamingi með flottan disk og ég er búin að rúlla yfir hann og þetta hljómar bara rosalega vel. Já, þakka bara innilega fyrir. Ég hlakka bara rosalega til að syngja og spila hérna á Íslandi. Það sjálfsögðu hvetjum fólk til þess að mæta á morgun á veitingastæðin Eldhúsið klukkan 1. Já. Og síðan bara á Hvolsvelli, Hvolnum annarkvöld klukkan 21. Já, akkurat. Hjálmfríður, eða Fríta, ég kallaði bara Fríta. Já, nákvæmlega, þetta er erfitt líka út í Danmörku, þetta Hjálmfríðbell. Já, ég skal alveg trúa því. Þetta er frábært, en þú ætlar að selja og árita plötuna á báðum stöðum á morgun. Já, akkurat. Þannig að hvetjum fólk til þess að næla sér í eintak, þetta, allavega það verður ekki svikið af þessari tónlist. Takk fyrir fyrir. Sömulegis og takk fyrir spjallið og gangið bara ofsalega vel. Við ætlum að enda hérna á lagi sem heitir Don't Come Running, það heitlaði mig svolítið. Já, flott, æðislegt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Takk, bless.